Velkomin öll á þennan annan ársfund Miðstöðvar með vísindalista. Ég hef reynda verið til nokkuð lengur enn í 2 ár og það meira ár síðan við síðast ársfund. En við skemmtum okkur eins og við getum í þessu saman. Og að þið sjáu þetta tímabilið síðast ársfundu var haldið 20. ágúst 2024, þannig að það snýtlan þann dag en áður fram á deginum á undan, þannig að við byrjum þar og endum í gær með þessa skýrslu. Hún er ekki Þetta ekki svona kerfisbundið yfirlitið eftir þannig að tölur það svoleiðis, þetta er svona snilla á stóru, það helsta sem við höfum verið að gera þessu tímabili og það helsta sem að svona þróun sem að hefur skipt máli hjá okkur. Þetta er svona yfirlit, þetta er ekki alveg sem við beint fyrir kynninguna, þetta er svona það sem ég ætla að tæpa á hérna. Hver erum við? Hvaða verkefni hjá hvernig stendur með verkefni hjá Innviðasjóði? Það er Innviðasjóður sem að svona fyrst og fremst er að fjármagna okkur og hefur gert það, menn við erum til sem aðili að vegvísi uppbyggingu rannsókna innviða og erum það enn. Aðeins að það er nokkuð stytt verkefni sem hafa komið utan Innviðasjóðs, því að það er svona það utan á sig á ýmsan hátt, alþjóðlegt samstarf og innlent samstarf, sem að skiptir auðvitað gífurlega miklu máli fyrir okkur miðlum sem við veitum talsverða áherslu á og svo bara aðeins hvað er á dögli. Og svo koma mörg spennandi erindi hérna á eftir það og við höfum kaffipásu á eftir, kaffi og kleinur hérna fyrir okkur að við stoppum aðeins. En fyrst bara svona megin vörðurnar á þessu tímabili. Það er svona stærsta sem að gerðist kannski var að við sóttum og fengum framhald á vegvísi uppbyggingu rannsókna innviða. Við vorum með í fyrstu áætluninni í 4 ár, svo var henni hægt og líkt aftur og sóttum og komist aftur inn. Og þessi áætlun er þessi kafli í áætluninni er auglýstur sem svona 3–4 ára kafli, sem að þýðir að næstu frestur er hugsanlega síðasti fresturinn eða á næsta ári þá eftir að koma í ljós hvað öðru. Annað stórt sem gerist á árinu er líka að Ísland gerist aðeins að Daria. Daria er evrópskur rannsóknainnviður, systur innviður við Clarins sem margir þekkja, sérstaklega í þessu þema með tungumálið. Og það eru fleiri innviðir en þeir sem að dekka kannski hvað mest það sem að tengist vísindum í vísindarannsóknum og hinu stafræna í Evrópu. Við fórum líka af stað með fréttabréf síðastliðið haust sem við gefum út einu sinni í mánuði og ég hvet ykkur öll að þegar við höfum skrá okkur, segjum frá því sem er á döfinni, því sem hefur gerst. Svo frestum framundan ráðstefnum sem hægt að sækja að komast inn á og svo framvegis. Við erum líka, og þetta fyrir miðlunina, við byrjuðum síðastliðið haust á vikulegum málstofum þar sem við kynnum á svona tiltölulega aðgengilegan hátt, eitthvað sem að tengist stafrænum vísindum og listum í mjög breiðum skilningi. Og við vorum með þetta eftir svona síðdegi síðastliðið haust, síðdegispopp, núna eftir hádeginu og einu viku og við streymum og tökum upp og gerum aðgengilegt á YouTube. Og erum þar með líka að reyna að byggja upp svona ákveðin gagnabanka þar sem fólk getur sótt fyrir upplýsingar og fræðslu raun og veru ýmislegt sem að tengist því sem við erum að vinna með. Og svo erum við svona að gera bara sem er gildandi bara sem miðstöð líka á vettvangi rannsókna, bæði hérna og alþjóðlega og við kemum aðeins inn á þá eftir að við erum meðal annars að leiða svona alþjóðlega verkefni. Langur listi með 7 letri, menn að það eru margir aðilar á bak við þessu. Þetta eru 15 stofnanir og það er með stjórnin líka 15 manna stjórn og ég ætla ekki að lesa þetta allt saman upp, ég get við að skoða þetta. En þannig að það er fjölmennir stjórnarfundir hjá okkur og þetta hefur verið mjög farsælt samstarf. Við byrjum sem 10 en verðum fljótlega 15. Við erum með starfsfólk, þetta er ekki mjög mörg stöðugildi, þetta eru nokkur nöfn, en stöðugildin eru mjög færri en þessi nöfn. Þannig að ég er svona einhvers svona starfandi stjórnarformaður á vegum Hugvísindasviðs og síðan er Katrín að vinna fyrir okkur sem verkefnisstjóri og Elena Karikari, hún er nýdoktor hjá miðstöðinni en líka sinnir svona ýmsum ákveðnum verkefni fyrir okkur. Hún er uppbyggin og ekki hérna með okkur í dag. Og svo hefur við ráðið fólk í þjóðbundnu verkefni í Hóli sem að situr hér og er svona að sinna fyrir okkur ýmsum kynningamálum og er að myndir og okkar eigin upptökur hér í dag. Og Eva Hrund sem að situr þarna, hún er bara svona við okkur svona 2 mánuði, rétt rúmlega kannski, í að vinna við að búa til svona þjálfunar kynningarefni sem að tengist gögnum, stafrænum gögnum sem að er til og er að híkja. Svo er þetta verkefni sem við höfum verið að vinna að. Og svo er líka nefnilega Pétur Húna og Sigrún Guðmundsdóttur sem hafa verið að vinna fyrir okkur líka í svona tímabundum verkefnum, bæði í vetur og áður. En samtals er þetta ekki svona mestalagi 2 stöðugildi sem við verðum að tala hérna, en við erum með góðan hóp. Mynda mér. Innviðasjóðsverkefni, ég tekti það 10. öll innviðasjóðsverkefni sem við höfum fengið styrki fyrir alls ekki. Þau eru bara mörg og við fjöldum svolítið þau bara síðast.
Það sem og flestum þessum svona eldri verkefnum lokið eða þau eru að klárast og það svona þetta stóra verkefni framöndan sem við fengum þegar á sama tíma voru samþykkt inn á Vegvísi áfram og það að byggja upp þessa vefgátt. Og ég hef verið svona að fara fram undir þessu svæði og við tengjum allt við allt. Það fullt af gögnum til hjá Íslenskum stofnunum og við hefum verið svona að vinna í að gera þessi gögn aðgengilegri og betri, búa til ný. Og lykillinn, og það tengist þessari vefgáttsþróun, að reyna að tengja eins og mikið hægt Og ég hef þannig frasa eiginlega frá kollegum í Finnlandi, á Humonin, sem hefur verið að leiða svona sambóðverkefni í Finnlandi í átti sem ganga einmitt út á gagnatengingar. Það svona hans æð og kýr og hann einmitt fer fram undir þessu slaga við tengjum allt við allt. Þannig að það okkar. Og með því erum við að tala þetta, en þetta bara svona eitthvað allt í það allt í gagnagrunnar og það hægt að fara inn í þessa gagnagrunna með eins og breytum nöfnum, stöðum, hvað ekki, og til þess að leita gögnum sem eru tengd á milli gagnagrunna. Og Trausti Dagsson frá Árnastofnun var með fyrirlestur hjá okkur daginn ísmús, þann grunn, og stærsti hlutin af fyrirlesturinn hjá hann fór í að sýna hvernig maður bara þegar við ferum ísmús og byrjar að leita og skoða, þá getum maður farið þaðan inn í þennan gagnagrunn og svona frækt sig áfram og fundið alls þessu upplýsingar með því að leiða sig gegn það. Þetta voru stórt verkefni og svo var ekkert fljótt og það verður að koma að stað fyrir flókið. En við höfum gert ýmislegt til þess að undirbúa þetta nú þegar. Við erum með 3 vinnuhópa starfandi sem voru styrktir af ráðuneytinu, einn persónuvernd, almennar höfðbúrjunum, einn hugarberett og einn vísigögn. Og við erum að leita okkur svona lögfræðaðstoð og fleiri aðstoð til þess að reyna að skýra hvað megum við birta og hvernig, hvaða gögn megum við hafa opinn og hvernig, hvaða skilyrði þurfa að vera. Nýr Sarpur sem á fjármagnar í gegnum miðstöðina og kominn í loftið, hann auðvitað svona lykilatriði í þessu og því hann að vissu leyti svona eitthvað svona fyrirmyndari sem við viljum gera bara á miklu skærsta sjálf. Það kom svar frá þessu í morgun. Það var ekki matarfram frá Sarp. Þetta ekki nákvæmlega hvað þau var bara já við því hvað verður voru stilt samt, það var bara já. Þannig að ég fekk ekki mjög síðan þetta. En ég reiknum með að Sarpur sé ekki. Þú veist ekki hvern svarið var alls þess að? Það var 5 stig, ekki. Það voru með langa lista verkefni. Ég reiknum með verkefni sem var í fyrsta sæti Sarp síðast. Og svo auðvitað sem við höfum verið að skoða svolítið og mér Katrín ætlar að tala svona vélrænan handritarekstur á eftir og það ýmsar og hjá Ísmús í samstarfi við Tíró og líka við Þróun tól til þess að bara vélrænan hátt að gera gögn, leitarbær, að búa til gagnagrunn sem leitarbær sem á þess að einhver að sitja og horfa og skrifa niður það sem það Þetta við getum gert það og Helga ætlar að tala það líka auðvitað RÚV að nýta sér þessa tækni hjá þeim. Þannig að það svona þróun á þessum vettvangi sem bæði alþjóðlega og líka sérstaklega á Íslandi við að þróa íslenska lausnir sem hjálpar okkur við að komast þangað sem við viljum fara. Og svo erum við að vinna inn í að bæta og gera nýja gagnagrunna, þannig að það verður meira af aðgengilegt í þessu. En gagnagrunn er náttúrulega til, það er fullt af svarari gögnum til og þetta er ekki allt sem þetta er svona kannski 3 stærstu stofnæðingar sem við erum með hér. Það er þetta þjóðspélarsafnið sem ég hef uppi, þetta er svona lista af gagnagrunnum, starfandi gagnagrunnum sem til á þeim og sem hægt að fara að skoða og leita í. Árnastofnun er með allskyns vefi, þannig að hægt að fara á skoðum niður hjá þeim og finna gögn og suma þeim eru tengd eins og við gegnum Ísmús. Landsbókasafnið er auðvitað líka með vefi, það eru allskyns grunnar sem eru aðgengilegir gegnum netið til þess að fara og skoða og leita í. Og við höfum síðan hjá miðstöðinni svona reynt að búa til svona súpersíðu sem þar sem hún getur fundið yfir raun og verið þetta allt og meira til. Þetta er svona okkar gagna aðgangssíða, þetta er ekki beint webgátt, þetta er svona kannski ekki eins og við viljum hafa hana þegar ekki staðið, þannig að þú getur leitað og fundið gögn þannig. En þú getur fundið gagnagrunna hérna og flokkað á eftir þemum og lykilorðum og svo framvegis og Katrín kann að segja miklu meira á því en ég hvernig þetta svona nákvæmlega lítur út. Svo verkefni. Við höfum verið að þróa og búa til og sækja að fá styrki fyrir allt í stöðum verkefnum en gegnum innviðarsjóð. Og við höfum gengið ábyrglega að fá styrki í sjúkrahúsinu námsmanna, það bæði stórar og litlir styrkir og núna við síðustu úthlutun sem var tiltölulega lítill og það var fáa styrkir í stofnunarsjóði í ár. Það eru 2 styrkir sem miðstöðin kom að og annar þeirra einmitt Katrín aftur sem að vinna nefnda í sumar sem að fara að þjálfa íslensk módel til þess að lesa handskrift. Og svo verkefni í samstarfi við Þjóðminjasafnsins
og Paralympic Games að skanna muni hér í þrívídd og gera það aðgengilega gegnum þeirra Reykjavík. Það samstarf sem þegar í gangi en þá bara lengra með það. Elina sem einn af okkar starfsmönnum, hún fékk styrki gegnum háskólamentið á Aurora til þess að nota svona flækjuð aðferð, ekki maður hvað að kalla complexity science á íslensku, til þess að greina hvernig umræða einhvern veginn fyrir gegnum nettheima og að myndast þemu og einhvern veginn svona skoðanir sem þú sér þar. Og í samstarfi við 2 eða 3 háskóla þetta svona net. Og svo svona það sem ég kannski ánægði sem er að við svona stoltastur af svona á síðkastið að Norðurskólaskúlsut hafi styrkt til svona innviða að heppa nýlega og veittu 11 styrki í allt og við leiðum þetta verkefni sem heitir Nordic Historical Population Data og það auðvitað nátengt eina verkefnum okkar sem söguleg mann og bæjartal þar sem við verðum að tengja upplýsingar á milli íslenskra manntala. Hér á að gera tilraunir, það stendur ekki til þess að tengja manntalsgögn milli Norðurlanda og svo leiðis. Öll Norðurlöndin eru hérna Kanada og Bandaríkin og þá að gera tilraunir til þess að tengja gagnagrunna af þessu tagi milli landa. Þannig hvernig förum við að leita sögum manneskjum á milli Íslands og Danmerkur eða Danmerkur og Noregs og svo framvegis. Þannig að það verður mjög spennandi. Og svo þetta kýtlar það svolítið hégóman að þetta af 11 styrktu verkefnum þetta eina verkefni sem var leitt frá Íslandi og í raun eina verkefni sem á sviði þjóðfélagsvísinda. Allt eitt voru meira verkefni. Og svo vil ég líka nefna verkefni sem að Listasafn Íslands leiðir sem styrkt af Creative Europe sem snýst tímatengda myndlist sem að miklu leyti einmitt stafræn, tímatengda list sem að miklu leyti stafræn list. Hvernig varðveitum hana, hafðu diskurexflöku hillu og hvernig setjum við upp aftur og svo framvegis. Og miðstöðin svona aðili af þessu verkefni. Og svo hefur við líka verið að sækja bara eins og í tækjakópassi Háskóla Íslands til þess að kaupa tæki og síðast fengum við styrk til þess að kaupa svona webskannagleraugu sem virðist verið einhvern fólk fylgist með í kringum sig. Þannig við erum svona að byggja upp á allskynsvettvangi. Alþjóðlegt samstarf, nú smá endurtekning hérna, Daria öll mikilvæg fyrir okkar allir að stansa, en líka vettvangur sem heitir Digital Humanities in the Nordic and Baltic Countries sem heldur ánlega ráðstefnur og við förum með formennsku í þessu félagi núna. Og þarna eigum við, og svo í gegnum þetta og Daria, að þá eigum við marga góða vini bara fyrir Norðurlöndum og Evrópu sem við getum leitað til þegar þú vantar aðstoð og upplýsingar. Svo verkefni eins og Nordic Public nefnd áðan sem byggist á sögulega mann á bæjartalinu og svo verði ég að nefna Antidote sem er svona þjálfunarnet rafræna útgáfu handrita og það er byggt að hérna svona nokkra myndir. Það eru svona hálfnuð með þetta net, það eru 7 háskólar og í þessu rannsóknarstofnun og eitt bókasafn í Klaustri í Austurríki og þar eru svona aðgangur að handritum, það er alltaf öðruvísi eftir með Árnastofnun. Þetta er alveg ótrúlegt bókasafn með fjöldar alltaf með handritum og þeir hleypa þessum hópum fólki inn sem þau þekki ekki neitt og maður bara getur bara fyrir að skoða bara eins og maður veist bara hvað sem og ekki með neitt. Og þetta er alveg ótrúlega bókasafn og bara upp á hvað þau eru opin fyrir allt í samstarfi. Þannig að nefndur fara þangað og vera að finna handrit og svo að gera þau aðgengileg rafrænu formi og svo enda þau á því að búa til verkefni að vori og þau voru hér á Íslandi síðast í júní og það er nokkrar myndir frá því þar sem þau voru svona að klára það sem kom út úr veðrinu. Og þetta er eitthvað sem við erum að leggja talsverða áherslu á núna, kemur því eitthvað þér. Innlent samstarf, það er einhvern veginn bara í genunum okkar. Við byrjum sem samstarfsvettvangur og við erum samstarfsvettvangur. Þannig að það eru 15 stofnanir hérna undir og það hefur allan tíð mótað það sem við erum að gera. Við erum svona í samtali núna við Klarinn á Íslandi samstarf og líka við Almannaróm, við hittum daginn og þeir eru komin inn á vinnuhópum og bara það er margir snertifletir þar sem ég held að við getum grætt á því að vinna saman og við þurfum bara að halda fram byggja þau upp og fleira af þessu tagi. Við erum að vinna verkefni fyrir ráðuneytið, það er að segja Þú ert að vera búin tíma. Ég er að vera búin, ég er alveg einum sem að báða bara að eiga útbúa landsáherslur stafvæðingu íslenskrar menningar. Það er að segja rýna gamlar skýrslur sem kannast skýrslur sem kom út á 2017 og 2018 þá komin ákveð skýrslur og að rýna þær og gera áherslur. Og við erum svona að ljúka þessari vinnu og að fara að skila til ráðuneytisins. Hvað verður úr því vitum við ekki, það er alveg óljóst ennþá, en við munum allavega að það er svona sína allavega pólitískan
vilja eða áhuga á því að gera miklu meira á þessu vettvangi. Og það held ég að við eigum svona sameiginlega hagsmuni ýmsir aðrir, ekki bara miðstöðin, heldur að margir aðrir. Og svo hefur við verið að þróa svona lítið samstagsverkefni aðra sem eru að kaupa sér tæki til þess að taka myndir af náttúru eða umhverfi, drónum, fríkvöldarskönnum eða hvað nú til þess að nota í þessu tilgangi. Þetta er svona sameiginlegur áhugi á ákveðinni tækjauppbyggingu. Og svo vil ég líka nefna samstarf okkar við Gafnís, sem er svona rannsókn gagnagrunn á Íslandi og miðstöðin á núna svona kafla hjá Gafnís. Og Katrín hefur úti á þessa upplýsingasíðu við okkur og ætlum að fara í svona kynningarrannsóknir í vor til umsóknarverkefni rannsóknarsjóði hvernig maður, hvað maður þarf að gera við gögnum, hvers konar áherslur maður á að búa til dæmis fyrir umsóknir rannsóknarstyrki eða bara almennt. Þannig að þetta erum við að gera í samstarfi við Gafnís. Við erum auðvitað öllum félagsmiðlum, alveg bara út allt. Markhópurinn er mjög ólíkur eftir félagsmiðlum. Tökum við þetta á Blue Sky sem tekið mjög vísað á Íslandi, en þar náum við mjög vel til samstarfsaðilar okkar í alþjóðlega. Þegar við hittum fólk í Evrópu eða svoleiðis, það veit allt sem við erum að gera í gegnum Blue Sky. LinkedIn, við erum þar og fleiri, það er svona ákveðin hópur sem þar og þetta ná til. Við erum nýkomin á Facebook, þessum eru mjög fáir sem eru gláðir þar, og af því að það er bara nauðsynlegt að maður er að deila atburðum og það sem ekki að fara ánga. Við erum svona eftir vinnu núna að reyna aðeins að skerpa á fókus í þessu. Og svo vil ég aftur bara nefna að þetta er það stór hlut á okkar miðlun að vera með þessa fyrirlestra, mikilvæga fyrirlestra sem við stefnum út okkur og gerum aðgengilega á YouTube. Þá er ég klár, næstu skref. Veðgátt. Það er einn stóra verkefni hjá okkur og að reyna að koma henni á. Og bara nefna aftur þetta mun taka einhver ár, þetta mun bara flókið og mun erfitt, en ef við náum að klára þetta svona sómasamlega á einn nátt, þá getur það breytt alveg ótrúlega miklu aðgang okkar að starfandi gögn. Við höfum líka leggja talsverðar áherslu núna á erlendan lestur handrit á prentmáls og erum að kaupa vinnustofur af Transkribus sem er einn helsta fyrirtæki sem er að þróa módel til þess að lesa handskrift sérsniðnar aðferðum okkar hérna á Íslandi og íslensk handrit er ekkert eins og til að önnur handrit. Við höfum líka leggja talsverðar á gagnatengingar bæði gegnum webgáttinu og líka norræn verkefni. Er það standað ástæð sem? Já. Ok, það er. Við eigum líka að reyna að leggja meira áherslu á listir, við erum miðstöð starfandi hugvísinda á lista og við erum ekki eina starfandi hugvísindamiðstöð sem hefur listir innanborðs. Það er allt svolítið flókið að hafa listina með í þessu en við erum að vinna í að þróa ákveðin verkefni sem að gera þær meira áberandi. Og svo hef ég líka tekið eftirbrönd á þennan mánuð og vikur að það er svona aukin áhugi á að nota þrívíðarskapana sem við keyptum hérna í upphafi. Það er svona að fólk er svona að segja þáttur sem nota hjá því verkefnum og þannig að það er svona að bara sjálfsprottinn einhver hópur sem er farin að vinna meira á þeim vettvangi sem er mjög áhugaverð. Og svo erum við auðvitað að vinna í svona þróun þjálfunar og kennsluefnis og fyrsta prófið. Það er orðin löng, sko. Ok, hún er orðin löng þessi mynd. Það er ég þarf ekki að svara spurningum. Þetta er líka verkefni sem var slíkt að ráðuneytinu og líka á hluti til Háskóla Íslands. Við erum við öll þessi gögn og það er ótrúlega mikið sem er í þessum gagnagrunnum sem við erum til og erum að nota á alls í saman. Og við höldum að sem meðal að nota þetta í kennslu og ýmsum skólaþjóðum og við viljum matreiða eða búa til upplýsingar sem eru aðgengilega fyrir til dæmis kennara í menntaskólum og nemendur. Og við erum að skipuleggja fundi núna með nokkur menntaskólum til að hitta kennara til að tala við þá. Og Eva er áfram að vinna í þessu verkefni fyrir okkur og hún er á grundasöfninu að það tala við ykkur og skipuleggja hvað á að gera til þess að útbúa eitthvað efni sem hægt að nota til þess að miðla þessu meðan annars gegn kennslu. Og svo þetta að fara að stað með ákveðin núna fljótlega í sína gagnaþjónustuna sem er líka stórt mál fyrir rannsakendur. Við erum aðalega að vinna sem miðstöð í svona stóra gagnasöfnum hjá miðstöðum hjá stofnunum en svo eru þetta öll gögn sem að einstakar rannsakendur eru að samna og vinna með sem við þurfum líka að tala börnum. Hvernig ætlum við að fáum upplýsingar hvað við fengum mikið og í hvað? Já, við fáum samningin á næstu dögum, það var eina svarið sem ég fekk. Þannig að kom bara hérna, þið fengur styrkinn, þannig að ég var að lista fríverkefnum, hvað er þetta? En þannig að, já, það kom bara á það eitthvað.
Já, svo fengum við líka svar styrkur svo í gær, Evrópskri, sem var jákvæð, það var lítill styrkur en þetta var nokkuð mikilvægur samt í samstæði sérstaklega við minni stofnanir. Það eiginlega styrkur til að vinna með minni menningarstofnunum í hvernig það geta, hvernig við getum aðstoða þær við að taka þátt í Evrópskri skýjauppbyggingu. Það ekki hlaupið á því, það eitt fyrir svona stóra stofnun eins og Þjóðminjasafnið að taka þátt í þessu, annað fyrir einhverja minni stofnun með eitthvað einmanneskja að geta gert gögnin þannig að þau fari áfram í gegnum keðjuna þannig að þau verði aðgengileg annars staðar en bara lokast. Verkefnastofunnar í Transkripus? Já. Við erum eitthvað dagsettar. Það eru tvær sem við erum að skipuleggja, önnur er svona sérfræðivinnustofa sem verður komandi í vor, sem er fyrir svona tiltölulega færri og farin bara svolítið djúplega fyrir fólk sem er þegar að vinna í Transkripus og kann svolítið á það. Og svo verður það önnur haust sem verður almennari. Og það geta þá auðvitað þau sem að taka þátt í fyrirvinnustofunni verið það meira samkvæmstum sem nefnendur. En þau eru að smíða þetta sérstaklega að þau búin að upplýsa ykkur hvaða hvers konar handritið eru sem við erum að vinna með á Íslandi og hver okkar þarfir eru. En margt annað Katrín, þetta eru tökum þetta. En það verður vonandi hérna bara í hugsanlega næsta mánuði, þessi fyrirvinnustofa. En það er einmitt nokkur aðeins sem að fara að nota með Þjóðskjalasafnið og Landsbókasafnið og fleiri eru svona meira og meira að fara inn í þessa ferð að nota tól eins og Transkripus til þess að vinna þessi skjöf og gera það aðgengileg. Þannig að það er bara að sjá hvernig það gengur. Lofandi sem komið er. Við erum með það til. Ok. Þá bara þakka ég fyrir mig og ég skal ekki tekna mér að kynna næsta meðlum, Lilja Dögg, framöður og sem ætlar að koma. Já, kannski fyrst að segja. Það eru líka þetta, þetta tala um Hún er hér og hún er með hann skemmtilega titill Málið og menningarbygging. Tala nú svo um Málið og menningarbygginguna, það kemur í ljós. Til lukku með þetta alveg síðast vel ár og það fyrir að bjóða mér að vera með ykkur í dag. Ég beðist fyrirfram afsökunar ef einhvern veginn verið hitt með talað nýlega. Ég hef verið á þessum þræði að tala um almannaróm og það sem við erum að gera og svo gögn í stóra samhenginu. En við erum líka frekar lítill og þéttur hópur sérfræðinga alveg sýnist með þau allir sem ég þekki. Svo ég ætla líka bara að bjóða ykkur að hoppa inn í eða spyrja spurninga. Við þurfum ekki að hafa þetta formlegt eða stíft en ég kannski treysti eða þú tímastjóri. Þú núna herratímastjóri. Og ég tók við. Ég einhvern veginn að stilla erindinu upp svo það var ekki alltaf lágt. En ég sá fyrir mér að því ég fæði að vera fyrst á dagskrá og gervigreind á dagskrá að ég myndi byrja á svolítið að stilla upp sviðinu, sjá hvort við erum öll umfjöldum á sömu blaðsum hvar tækni gervigreindar stendur og segja ykkur svo aðeins frá almannrómi, því sem við erum að fást við og tala svo aðeins gögn, íslensk gögn og gögn í stóru samhenginu og samhengi þá við þjálfun risamáli kanna fyrst og fremst en það er það held ég svo útgáfa gervigreindar sem við erum flest í snertingu við þó að þessi gervigreind miklu víðari flokkur kannski eftir að tala um spunagreind til að vera skýr það sem við erum að tala en mér hætti til að slá því samanlíkist fyrir frá afsökunar á því. Ég ætla að sýna ykkur 3 myndir sem eru svona tiltölulega nýlegar og ég held að sýna ágætlega hvar við stöndum í þessu gervigreindar heim í dag. Þið kannski hafi séð þessa mynd einhvers. Hún sýnir okkur samanburð þegar við skoðum verkefni. Það er að segja hversu flókið verkefni gervigreindalíkunin geta unnið og hvernig það hefur breyst yfir tíma. Þarna sjáum við vestursvöxt sem við þekkjum kannski öll og stórstíga framfarir í því hversu flókin verkefni spunagreind getur leyst á síðastliðnum 2 árum. Þannig að það er ekki örlítil framfaraskref mánuð fyrir mánuð, þau eru risastökk og ekki síst núna frá bara desember síðastliðnum. Nú kom síðast út nýtt plott líka í gær sem að margir búast við að verði enn annað stóra framfarastökki þó við höfum kannski eftir að sjá það ennþá. En lína svo á þess að ég kannski bara ólandi útskýra myndina að þessi flóknustu líkun geta núna tekið verkefni sem annars tæki manneskju 12 tíma að leysa og leyst þokkalega áreiðanlega, en veit líka athygli að það er að velja 50% áreiðanlega, þannig að í minnst helmingi tilvika er það rétt. Það er líka eftir að skoða þessa mynd frá 80% áreiðanlega, þá minnkar klukkutímafjöldin töluvert en er engar síður á sömu þróun. Næst mynd.
hvernig standa gervigreindarlíkönin sig í samanburði við sérfræðinga á sínu sviði. Og þetta var þannig uppfyllt að sérfræðingar í ákveðnum greinum, þá fólk var skilgreint sem fólk sem hefur minnstakosti 10 ára starfsreynslu. Ég held að þetta var jafnvel verið 12 ára, í það minnsta meira en áratug. Það býtur verkefni sem tekur manneskju um 7 klukkutíma að leysa. Síðan verkefni fengið spunagreind, í þessum tilvikum þetta allt OpenAI líkön og sérfræðingi og svo það manneskju sem að leggja mat á hvort svarið var betra. Og þið sjáum það snjöllustu líkönin og hann er ræða frá snjöllast eða næst mér eru að jafnaði leysa verkefnin betur eða í það minnsta jafnvel og í þannig 82–83% tilvika. Og svo þessi og þetta kýlar hagfræðingin. Ég byrjaði að spá í gervigreind út frá vinnumarkaði, það svona grunnurinn og þetta vinna sem að Anthropic, fyrirtæki sem þið örugglega þekkið, fyrirtæki sem rekur Claude vann. Þarna blá hluti, við sjáum sko á jöðrunum í kring, það sjáum við ólíkar atvinnugreinar sem að ég vinni að fá svo mynd þýdda í grafík, en ég get alltaf á íslensku uppi af því við þykjum svo áhugaverð, en enn sem komið þá erum við ennsku allan líkin. En þetta eru ákveðnar starfsstéttir og blái ramminn sýnir fræðilegt mat á hvað gervigreind dagsins í dag, líkön dagsins í dag, gætu leyst. Ef við brjótum eitthvað starf upp í ákveðin verkefni, þá erum við þarna að segja að 90% verkefna í stjórnunarstörfum gætu við í raun nú þegar útvista gervigreindar þjónustöð í dag. Síðan tekur Anthropic raunverulega notkun í vinnusamhengi og það rauði ramminn. Þannig að það sýnir okkur hvað þetta bandarískt samhengi sem skiptir líka máli og ef við ímyndum okkur íslenskar einhver hindrun, innleikar einhver hindrun, Íslandi vantilega ekki komið á samstað á Bandaríkjum hvað þetta varðar. En við sjáum að notkunin brot af því sem fræðilega væri hægt. Ég ætla ekki að halda því fram að rauði ramminn geti orðið blái ramminn, einfaldlega vegna þess að við viljum ekki útvista þetta verkefni til gervigreindar. Við erum sammála það. Það alls konar lög og reglur sem gilda og svo það líka bara hvað við sem fólk og samfélag viljum gera. Þannig ég held að rauða línan og rauði jaðarinn aldrei að fara að ná þeim bláa. En þetta sýnir í það minnsta tækifæri, mikil og mögulega mikla breytingu framöndan ef að innlegging og aukin innlegging og hagnýting heldur áfram á þeim takti sem við höfum séð. Svo ég leyfi mér núna, áður en ég snýr mér svona í íslensku alvörurúminn og gögnin, að segja ég held að flestir séu sammála það í það minnsta að gervigreind mjög öflugt tæki. Getur hún líka verið svolítið ókveikjandi tæki? Já, engin spurning. Ég almennt á þeirri línu að þetta sé svona tækni sem komin til að vera og okkar verkefni séu svo að ákveða hvar við viljum breytinni og hvernig. Og hvernig við tryggjum að hún virki fyrir samfélagið okkar á okkar forsendum. Og þar komum við að almannarómi. Við köllum okkur brautryðjandi fyrir Íslandi í tækni og með því eigum við að við viljum ryðja úr vegi hindrunum sem koma í veg fyrir að samfélagið okkar geti fullnýtt tækifæri tækninnar. Ef okkur tekst rosalega PS í því, þá held ég að við náum þrennu. Ég veit ekki hversu vel þekkið almannaróm, kannski þekkið þetta öll út og inn. Ég veit að hérna fólk sem þekkja betur en ég af því það hefur verið viðloðandi lengur en ég. Þannig að því við erum með leiðindi. En við erum viðstöðstöð sem hefur starfandi síðan 2014. Og ég vil meina ef okkur tekst þá tryggjum við aðgang að tækni fyrir alla. Og þetta eitthvað sem ég gleymdist aldrei að nefna af því að fatlaðra samfélagið svolítið svona það allavega stór hluti af okkar hryggjarsúlu. Þetta fólki sem hefur hvað mest að græða á því að tæknin virki vel og hún virki vel á okkar tungumáli. Svo það markaðurinn, ef við viljum að tæknin virki vel í íslensku samhengi, ef að fyrirtæki og stofnanir geti nýtt tæknina sér til góðs og þarf hún að virka á því tungumáli sem við notum dagsdaglega. Og svo að tungumáli okkar og menningin eigi sér stað í framtíðinni. Og þetta síðasta auðvitað hjarta almannaróms og það sem við sprettum upp úr. Hér veit ég að ég þarf alls ekki að stoppa þessu glæra því þetta vitið auðvitað öll. En íslenska hefur verið kannski ein helsta hindrun þess að við getum að fullu, ég vil ekki kalla íslensku hindrun, ég ætla að lesa umorða þetta. En ef það einhverja áskoranir í innleiðingu tækni þá íslenska eina af 5 stóru fyrir okkur. Við erum fá tungumál okkar flókin, það til margfalt minna gögnum á íslensku. Heldur en flestum öðrum tungumálum og svo það að markaðurinn okkar pínu lítill. Þannig að það ekki svo mikill hvati fyrir alþjóðleg fyrirtæki að ákveða sjálf að bæta íslensku inn í sínar lausnir. Og þetta tengist auðvitað ekki bara gervigreind, þetta miklu eldra baráttumál eins og við mörg þekki. Ég bað gervigreind útbúa lyklaborð, íslenskt lyklaborð. Og fékk þetta glæsilega lyklaborð í svona óskaplega fallegri náttúru.
Þetta svona eitt af fyrstu stóru baráttumálunum sem ég þekki til í það minnsta, en ég held reyndar að setja það margfalt lengra aftur á bak sem var bara að koma íslensku stöfunum inn á lyklaborð. Og svo fer ég núna út allan heim og spjalla alls konar fólk og þá heyrir maður að það miklu stærri þjóðir en okkar sem ennþá í þessum slag. En þetta voru við gerði kringum aldamótin, þökk sem mörgum ykkar og fleiri móti samfélaginu sem tók þennan stakk fyrir okkur hönd. Svo kom Microsoft umhverfið og þá var það, getum við fengið Microsoft til að þýða, þannig við getum notað Word á íslensku og Excel á íslensku. Og þegar sá sigur var unnin, þá kom í ljós að það voru alltaf búin að innlega Word hvað sem og voru svo vanir að nota því á ensku að þú þurfti líka bara að berjast fyrir að fá fólk til að skipta yfir og nota á íslensku. Þannig að þetta eru fjölþættar áskoranir. En svona söfnuðust baráttumálin saman og í kringum þetta verkefni var til rosalega sterkur og öflugur hópur sem hafði þessa sameiginlegu sýn að vilja sækja fram fyrir íslenskuna og tryggja henni staði í starfandi framtíð. Og ég segi alltaf því síðan sem myndi þetta reyna upp á snöldunum sína. Þetta er svo ótrúlega breiður hópur sem kemur saman að stofna Almannaróm og mér þykir það svo mikið til merkis samstöðuna. Við erum með háskólana, við erum með samtök eins og Öryrkjabandalagið, Blindrafélagið, samtök atvinnulífsins. Þarna eru bæði stofnendur og helstu samstarfsaðilar og Ríkisútvarpið, Árnastofnun, fullt af fyrirtækjum á einkamarkaði, mörg af stærstu fyrirtækjum landsins sem ég veit ekki hvort það gæti sammælst margt fleira og ég veit ekki hvort það mörg önnur málefni sem þessi hópur gæti tekið sér saman en einmitt þetta, staða íslenskunnar í framtíð, í starfandi framtíð. Allir að sjá bæði þetta menningarmál sem stendur nærri hjarta okkar en líka til að sjá allir hag sinn í. Og við sem Almannarómur verðum til þessi hópur stofnar Almannaróm sem tekur svo að sér að framkvæma máltækniáætlanir stjórnvalda. Stjórnvöld hafa fjárfest töluverðum fjármunum í að tryggja að íslenska geti virkað í tækninni. Það hafa verið 2 máltækniáætlanir sem við höfum unnið út frá. Svo fyrri, minnst besta líkingin eiginlega fyrri máltækniáætlun gekk svolítið út á að leggja vegina. Hvernig getum við byggt vegi þannig að við getum komið íslensku sem víðast í stafrænum heimi. Svo seinni snerist svo að því hvernig komum við bílum á vegina, hvernig ætlum við að koma þessum innviðum sem hafa verið til í notkun. Það er ekki þar með sagt að innviðin séu klárir og tilbúnir. Ég held að tæknin er að breytast, umhverfið er að breytast, við þurfum sífellt að bæta og viðhalda og erum að vinna í því. En við erum komin ansi langt enga síður og erum núna töluvert að velta fyrir okkur hvernig höldum við áfram að lyfta því sem er orðið til fyrir íslensku og koma því í notkun bæði hjá alþjóðlegu fyrirtækjum og þeim innlendu. Og þetta svona í örskömmu máli eru þessum kallum kjarnainnviðir íslenskrar máltækni. Þar greinir, það er að segja þessum tölum texta í ritmál og svo talgerfi, það eru raddirnar, málrýnir og þýðingar sem við þekkjum öll, villuleiðréttingar og svo þýðingartól, stoðtól sem kannski aðalega við þá sem eru að vinna með allt þetta og svo gögnin sem kannski það sem á mest við og mest við ykkar verksvið og við þennan hóp. Þegar þetta eru þau markmið sem fyrri máltækniáætlun setti sér en svo höldum við áfram að bæta í og þróa og þær áherslur sem við erum að leggja núna í kjarnaverkefni máltækniáætlunar 2 eru einkum þrennar. Það er til heilt hellingur á gögnum, rétt eins og kom fram í erindinu áðan, en það breytir því ekki að við erum að halda áfram að safna meiri gögnum, fjölbreyttari og betri gögnum. Þannig að við erum að leggja töluverða áherslu á að styðja við gagnauppbyggingu almennt fyrir íslensku. Svo er það mælanleg próf. Til þess að við getum fylgst með hvernig íslenska stendur, þá þurfum við að geta mælt hana, séð hvað hún stendur vel og hvað hún stendur illa og unnið að því að bæta bæði þá saman réttum gögnum, þannig að við getum bætt úr eða hrinda af stað réttum verkefnum. En þetta er annað áhersluatriði og svo er það þriðja sem eru aðgengismál. Og þarna erum við til að mynda með rosalega spennandi verkefni sem fer alveg að skila niðurstöðu sem er að þróa íslenskar barnarandir. Þetta er þá kakar sem og þetta hefur gefið út mjög lokað af persónuverndarástæðum, það er ekki bara þetta barnarandir út í stóra kosmos. Já, en hugmyndin er þá og tilgangurinn er að börn sem ekki geta tjáð sig og þurfa þá í dag að nota tjáskiptatæki geti talað með rödd sem til barni en ekki fullorðnu. Og staðan í dag er þannig að 8 ára barn hljómar sem 50 karlmaður ef þú væri hagalegt. Ef þú verður enskumandi þá getur þú sagt ég er 9 ára og ég er reið eða ég er glöð. En við erum ekki komin alla leið þannig þegar í það minnsta styttist ég að við fáum raddir þannig að barn getur hljómað þessu barn sem við erum virkilega
stolt og spenntir. Við erum að vinna þetta með Grammatik sem einn af sprótunum sem hefur orðið til í kringum þessi verkefni. En gögnin, og svo við setjum svona gögnin í samhengi við stöðu gervigreindar og það sem við erum að reyna að gera fyrir íslensku í stóra samhenginu. Þetta er mynd úr á Worthy Data gagnagrunnin sem sýnir þjálfunargögn. Ég held að þið þekkið þetta öll inn og þið vitið, spunagreind er í rauninni í sinni einföldustu mynd líkindareikningur. Hún er alltaf að áætla hvað er næsta, ekki eins og næsta líklegasta orð, heldur hvað er næsta líklegasta orðbrot eða stafasamsetning sem getur komið eftir því sem undan fór. Og því meira betri gögn sem hún hefur til að vinna þessa vinnu, því betri verður spáin. Og ef þið horfið á fjólubláu línuna á myndinni, þá hafa á síðustu 16 árum eða svo þjálfunargögnin tvöfaldast á hverjum 10 mánaða tímabili. Það hefur ótrúlegur vöxtur í gögnunum sem liggja til grundvallar þjálfunar og það er ennþá meiri ef við erum bara að tala málvíkvörnin í þessu samhengi. Þannig við hoppum þarna upp úr því að við 10.000 gagnapunktar kannski í kringum 2010 upp í billjónir á þessum frekar stutta tíma. Og ef við veltum svo fyrir okkar gagnasafni í þessu samhengi, flaggskip og eitt af verkefnum sem hefur styrkt máltækniáætlun og Árnastofnun á vinnur er risamálið sem ég gerir ráð fyrir að þið kannist við. Það eru, nú horfum ég á Steinþór að hoppa inn í ef ég fer með ykkur á flekus, 1,8 milljarður orða það bil sem ætti að vera 2,5 milljarðar tókar. Tókar er þá þegar það er búið að búta orðin upp í smærri bíta. Fyrst að þú ert að tilma stöðin, þetta Já. Ekki rétt tala. Leiðum við þá hljóðuna, eru náðu stærri? Já, það er svona 2,7–2,8 milljarðar lesmálsorða í risamálið. Sem að verða þá 3,3 einhvers. Það fer allt eftir því hvernig tókar eru taldir. En ég þarf að hækka töluna mína. Þetta eru góða fréttir, sterkar sífellt. Risamálið veit engin nákvæmlega hvað magn gagna er sem fyrir þjálfun risamálíkana því að það er jafnan ekki gefið út, ekki fyrir sömu vopnlíkunum. En við getum mjög varlega áætlað 11 billjónir orða, 13 billjónir tóka. Líklega er þetta miklu meira. En saman hvernig á það er litið, þá erum við örlítið brot af stóra menginu. Mér finnst gaman líka að geta sjónrænt, núna út frá villum tölum, þannig að við getum lengt aðeins allt sem ég segi íslenskuna. 18.000 bækur, segjum 20.000, á móti kannski 110 milljónum. Og af því að ég er sjónræn, ef við röðum þessum bókum svona, eftir jörðinni, þá er okkar safn frá Hörpu kannski til Nauthólsvík, kannski yfir 9 göngubrúna til Kópavogs núna. Á samanborið við bókarununa á öðrum tungumálum eða heildarbókarununa sem er kannski það bil yfir hálfum knættin. Við erum sem sagt örlítið brot af stóra menginu og þar vitum við auðvitað. En tilgangur líka með því að vekja máls að því er ekki að hræða, heldur að vekja athygli á því hvað við höfum unnið mikið og gott starf og hvað íslenskt máltæknisamfélag hefur unnið ótrúlega mikið og gott starf í að tryggja íslenskunni stað þrátt fyrir að við séum ekki nema örlítil sneið af kökunni. Nú horfum ég á Eirík að leita með ef ég kom með fleikur. Með máltækniáætlunum þá höfum við lyft íslensku úr því að teljast á alþjóðlegum mælikvarðum vera á þröskuldi stafræns dauða í að vera tungumál sem að telst vera miðlungsvel stutt, sem að er einfaldlega ótrúlegur árangur. Og það er árangur sem að vísindafólkið, sem að máltæknisamfélagið, sem að sprotarnir hafa unnið með stuðningi stjórnmála. Almannaúthlutverk hefur verið að verkstýra, en svo ekki síst að taka afleiðingar og vekja athygli á þeim hvar sem þær geta komist í notkun. Og þarna eru nokkrir af stóru póstunum, eða svona stóru sigurrónum. Við urðum annað tungumálið inn í ChatGPT sem er einfaldlega bara ótrúlegt á eftir ensku. Og það var fyrst og fremst vegna þess að við gátum mætt og sagt hæ, muni eftir okkur, þetta skiptir okkur óslega miklu máli. En svo við erum búin að vinna heimavinninn okkar og gjörið svo vel. Hér er það sem þið getur notað til þess að innleiða íslenskuna. Löngu fyrir þann tíma, þá vorum við 13. það bil, við sagt, tungumálinn í ræðgjöfingu Google. Við vorum ágætlega og þetta við komumst inn í Copilot hjá Microsoft. Ég var með 100% lobbyisma. Þetta var sendinefndaböð sem var farin fyrir 2 árum síðan og þá komumst við á því fundið með Microsoft að íslenska var ekki einu svona á kortinu. Þeir voru búin að mappa hvaða tungumál átti að fara inn og íslenska var ekki komin á listan og þá var komin 140 mál á listan. Og þá tókum við bara allsherjar lobby, síntur, e-mail, fundir og þetta er ekki flóknara en þetta. Við þurfum bara að vera lobbyistar fyrir okkar málstað. Saman hvað við vinnum góða heimavinnu, þá mun það ekki hjálpa okkur að tryggja íslenskunni stað
ef við fylgjum ekki eftir út í tólinn sem við erum öll að vinna með dagsdaglega. Og svo undirstaðan á þessu öllu sem máltæknisamfélagið á Íslandi. Án þess væri ekkert af þessu hægt. Hér svo annað og hérna í tengslum við að sama hversu vel gengur þó við höfum náð þessum góðu sigrum á erlendu grundum sem ég var að monta með á síðustu glæru, þá erum við alls ekki komin eins langt alls þar og svona vinnum við fylgjumst með öllum lausnunum sem í notkun eða fólk vill bendur okkur á að vilja nota og við metum hvernig stendur íslenskan. Stundum huglægt mat, stundum mælanlegt, við viljum auðvitað gera það mælanlegt eins mikið og við getum og svo höfum við samband. Við erum til að mynda núna eftir helgi bara með ráðherra til Apple hefur reynst tregast í taumi. Mér sagt að segja tæknilegum ástæðum til að segja að íslenska virkar ekki vel í Apple, við getum ekki talað við Siri og þetta mikilvægt mál bæði fyrir aðgengis fyrir fallaða og líka fyrir okkur öll hinn. Ég með iPhone, ég hef með mörg ekki að segja með iPhone. Þannig við sjáum hvað kemur út úr þessum fundi með þeim á mánudaginn og erum líka, þetta í London sem sagt, og erum að fara hitta Google líka. Það alltaf til raddstýringu, það eitthvað sem mikið ákveðlegt hjá fallaða samfélaginu að Google raddstýringin virki. Þannig að tala við þetta með sem Gmail inboxi. Og við erum mikið í einmitt þessum verkefnum, stöðugt að halda íslensku á lofti og af góðri ástæðu. Það skiptir okkur öll hér alveg ótrúlega miklu mál. Það rosalega mikið samstaða þennan málaflokk sem geggjað. Neðri, sveigurinn niður þetta könnun sem ráðuneytið framkvæmdi í tengslum við aðgerðaráætlun fyrir íslensku. Þar segja, ég ætla að segja, 90% vel rúmlega hátt 100% sem segjast annarkvort þykja mjög vænt eða nokkuð vænt íslensku og álíka hátt sem sagði að þau vildu tryggja að þessi hægt að nota íslensku eftir áratug. Við hjá Almannarómi gerum könnun notkun á gervigreind með Gallup fyrir jól. Þar segjast vel rúmlega helmingur að það skipti fólk mjög eða frekar miklu máli að það geti nota íslensku í samskiptum með gervigreind. Síðan spurðum við líka hvað ertu að gera í dag og þá er það 50-50 að helmingur sem notar ensku og helmingur sem notar íslensku. Og ég segi, ég get bæði sagt það sem sigursögu og sem ógn. Það er að segja að það geggjað allan að helmingurinn er alltaf jafn að nota íslensku í samskiptum með hvort sem það er ChatGPT eða Claude eða hvað þú nota. En það er samt helmingur sem er fyrst og fremst að nota ensku. Það er hlutfall sem ég myndi gjarnan vilja minnka. Og ég veit ekki, og þetta er eitthvað sem við viljum skoða, ég veit ekki hvort það er af því að fólk heldur að það virki ekki eða hvort það er af því að það virkar ekki. Og hver er munurinn þar á? Þetta er bæði hugarfars barátta og eins tæknileg barátta. Hér eru þær mælingar sem eru til á frammistöðu málíknanna á íslensku. Meðtöl haldið út í stigatöflu. Margir segja að þessu próf er í rauninni að verða úrelt vegna þess að líkurinn eru búin að læra á þau nú þegar. Þannig að þó að allt sé dúndrandi grænt, þá þarf ekki endilega að þýða að svo sé og við erum að vinna að því og Árnastofnun og fleiri góðir að þróa áfram mælapróf og keyra ný próf. En það sem við langar að benda ykkur á var þetta próf út á enda sem er menning og saga Íslands. Það er líkunni langlegust og þetta er eitthvað sem okkur í Almannarómi langast að Englinn á núna og höfum mikið áhuga á að bæta úr og erum og kannski svona ég hefði áhuga á því samtali við þennan og hvar og hvernig er hægt að gera það sem best. Ég held að því sem við myndum að vinna mjög mikilvæga vinnu fyrir ráðuneytið ég að teikna þau og við hlökkum rosalega til og erum mjög viljug til samstarf sem allt sem getur bætt þarna úr. Hérna er bara grín í lokin sem að ég minna okkur á hvað hún er í rauninni rosalega léleg, þessu gerðugrind. Ég spurði hérna hvernig Hildur Björnsdóttir og Björg Magnúsdóttir tengjast og GPT sagði mér miklu öryggi að það væru í báðum Sjálfstæðisflokknum og væru í borgarstjórn. Gemini Google vildi meina að það væru systur sem að mist fyrst og fremst fyndið fyrir það að það segja að það tengist ekki eitthvað föður. En það er ekki eins og að kveikja á Hildur Björnsdóttir að væri einhverja skotnar aðstæður til þess að væri Magnúsdóttir. En svo leið ég skipti í meira rökhugsandi líkun. Þá stendur hún sig miklu betur eða snöggar leiðandi sig og biðjast afsökunar á að hafa farið í tóma vitleysu. Hér eru kannski skilaboðin. Við erum ekki að keppa í magni en við getum verið framúrskarandi í gæðum og eftirfylgni. Og ég held að sé það, þetta hlutverk að vera alltaf að tala okkar máli, það hættir ekki að vera mikilvægt. Og þó við komumst inn á einum stað, þá er slagurinn ekki unnin af því að svo kemur næsta nýjung og næsta nýjung. Við þurfum alltaf að vera að minna á okkur og minna á okkar mál og menningu. Og svo það sem ég held, af því ég leyfi mér að segja að máltækni samfélagið hafi unnið ótrúlegt starf og skilur miklum árangri og ég held að undirslan hafi verið samstarf. Það hefur verið tenging á milli stofnana, atvinnulífs, vísindafólks sem hefur skilað svakalega og stjórnmála eða ríkisstjórnar ekki síst sem hefur skilað svakalega miklum árangri og ég held að sé margt að sækja í það.
Við hjá Almabróm erum svo í alls konar verkefnum sem gætu átt við þennan hóp líka. Við erum að taka þátt í að stofna samnorræna gervigreindarmiðstöð. Þar förum við inn með svona tungumálið á oddinum en erum svo að sækja þekkingu á hinum ýmsu sviðum gervigreindar. Við erum líka með 2 verkefni í gangi í samstarfi við meðal annars HÍ og HR og fleiri. Árnastofnunin í Glóð líka og inn í Kveikju eru Auðna og fleiri sem snúa eftir því að auka fræðslu, gera reiknafl aðgengilegra fyrir fyrirtæki og stofnanir sem vilja byrja að prófa sig áfram, sem eru kannski búin að ná aðeins utan á gögnin og vilja byrja að prófa sig áfram. Og þar hefur okkar áhersla verið að þessi vegferð sé alltaf með íslenskuna sem undirstöð. Og þar viljum við halda áfram að vera. Og svo erum við fyrir að auglýsa styttur svona skerf og vormálum sem ég til líka minnast á við ykkur, það innleiðingar og hagnýtingarsjóður fyrir íslenska máltækni. Það er von á næsta úthlutun verður auglýst núna örugglega í maí og júní og úthlutað í haust. Og ég held að þar með sé ég búin. Takk fyrir. Kæra þakkir, þetta var mjög áhugasamt. Spurningar? Þú mátt ekki fara. Ég veit að það var ekki alveg strax sko. Ég hlaupa á vettvangi. Spurningar, vangaveltur, leiðréttingar, ábendingar. Kan ég spyrja eitt hérna af því út af þessu það voru oft verið talað með samstarf við ChatGPT fyrir íslenskuna. En svo sér maður að Jemima er bara svona betri í íslensku heldur en látið ChatGPT. Hvað skipti einhverju máli að fara inn í þetta samstarf við OpenAI á sínum tíma? Breytti það einhverju? Já, ég held að það breytti því að við vorum snemma þar inn, þannig að við fórum að nota þetta þá stóð íslenskan ágætlega, en svo náttúrulega við montum okkur að því að við vorum önnurinn, en svo erum við nákvæmlega sama samtali við Google og öll þessi gögn það má bara gera ráð fyrir, þetta vitum við aldrei nákvæmlega, en í risamálheild öll okkar gögn ættu að vera inn, þannig að vinnan hefur alltaf skilað árangri. En svo förum við að setjast niður og segjum Google, nú erum við að horfa á þessa þjónustu eins og raddstýringuna. Þannig að svo snýst það ekki síst að því líka sem svona sérhæfðari lausnir innan heildarmengis hjá fyrirtækjum. En ég held að það sé engin spurning að það skiptir máli. Ekki síst líka frá þegar maður hugsa ef við erum bara að hugsa út frá hagsmunum íslensku, eitt er að tækla sé eitthvað hægt og hitt er að fólk vita að sé hægt. Þannig að markaðsleiðin skiptir líka ótrúlega miklu máli. Við séum alltaf að tala árangurinn, tala hvað íslenska stendur ágætlega. Þannig að þó að þegar við hefum kannski komið inn í GPT hvort sem 6 mánuðum seinna eða ári seinna, þá held ég að samtali í kringum þetta hafi lyft hlut íslenskunar og gert að verkum á fleiri notuðum fyrr sem að styrkir að koma á stað. Hvað segir þið? Eiríkur? Já, ég var að koma núna bara beint af formlegu erindi sem doktorsnemi í Edinborg hét LLMs Interlinguistic Decolonization og tala það hvernig svona þessi stóru málíkum þau svona bara kæmu í veg fyrir eða dræju úr af nýlendu væðingu smára tungumála og ég ætla ekki bara að rekja þetta erindi smáatöðum en hún var að tala að það mátti verið stefna hér til okkur og ég stödd það átt ekki náttúrulega því að öll gögn væru opin og öllum aðgengilin. Hún var að tala að það væri hjá sumum smærri tungumálum þá væri að koma andstæða við og tala á Maóri á Nýja-Sjálandi að þar væri verið að koma upp þeirra eigin lokama safni og fólk segði þið börðuð tungumálið úr höfuðbankarvamum, nú ætlið að selja okkur. Og spurningin sem bara velta fyrir mér það kom alls konar svona siðferðileg spörsmál í þessu öll þessi stóru fyrirtæki þau eru ekki endilega gott orðspor á því sviði. Spurningin hvað ég var eftir þessu til. Já, Helgar Vík voru meðalið, því það sé svolítið í rauninni. Við höfum átt í samtali meðal annars við Mára, af því að Ísland og þökk sé ykkur mörgum hefur verið talið leiðandi í máltækni fyrir smátungumál, eða tungumál sem þá er tala. Og svo finnum við þegar við tölum við þjóðir, sérstaklega sem hafa verri reynslu en við af samskiptum við stærri þjóðir, að það er bara algjört, það treyst ekki. Það treyst ekki því að þeirra réttindi verði virt
Þannig að þeir eru að nálgast þetta samtal frá allt öðru sjónarhorni heldur en við höfum getað gerst. Þannig spurning, já, hvort þetta á við okkur, ég veit það ekki. Ég held að það sé engin spurning að við vitum að undirliggjandi í þessum gagnasöfnum óhugmyndavæð efni. Við vitum jafnframt að þetta eru tólin sem eru í höndum allra og ef við hættum að nota þau á íslensku þá verður tungumálið okkar ansi fljótt undir. Þannig að þetta er ákveðið svona hagsmunamat sem við þurfum einhvern veginn að þetta orða fyrir. Já, ég var bara skjóta aðeins inn í sko, því ég var að heyra það hjá Creative Commons sem að þeir var að búa til svona opin leyfi, að það sé skoðan að búa til ný leyfi sem að leyfa sem sagt almenna notkun gagnaðis, bara bökum síðan alveg opin, nema það að sem sagt svona mjög stórir aðilar, ég man ekki nákvæmlega hvernig skilgreiningin er, en skilgreiningin er yfir þannig að það útilokar engan nema svona 5-6 tekník frá því að nota gögn. Okay. En náttúrulega ástæðan fyrir því að það er að skoða svona er væntanlega svona mál sko, að fólk heldur svona segja jáfnvist, ok, ég er alveg til að það er rannsóknir jafnvel í eitthvað sem er okkar, en ekki að stóru fyrirtæki sé að selja þessu. Og við höfum heyrt dæmi í gegnum Norðurlandasamstarfi erum við núna að vinna eitt samvinnuverkefni sem er svolítið svona hvernig eiga Norðurlöndin að snúa sér í þessu stóru málum. Er góð hugmynd að fara að byggja okkar eigið eða fara í samvinnuverkefni með að þróa það og því miður þá niðurstaðan í haust en mér sýnist ráðuneytið okkar að ákvæða sig aðeins fyrr. En þetta er áhugaverð spurning og ég veit til dæmis að Danir hafa verið að skoða Norðmenn og fleiri þessa leið svolítið sko. Þau hafa verið að segja okkur gengur illa að stækka þjálfunargagnasafnið okkar. Við fáum meira ef við höfum aðeins lokaðra, þannig að við ætlum að hafa annað viðbótargagnasafn sem er aðeins lokaðra og við mögum bara nota alltaf að þjálfa okkar innlenda málíka. Ég er almennt á sveipinni, ég held að markmið okkar er að íslenska eigi sér stað í framtíðinni, til þess held ég að við þurfum að hún sé frábær sem víðast. Þannig ég hallast almennt í bara því opnar því betra, en ég skil alveg sjónarmiðin, en ég skil alveg hvað fólk kemur í að skoða þetta spurning. Ég langar að spyrja það eitt af því það tengist þessu sem við erum að gera og þau nefndir á þann. Við vorum heyrt þetta ofta að það vantar einhvern veginn íslenska sögu og menningu og svoleiðis sem þessi líkon til þess að segja bulla svona mikið eins og þeir gera þegar það kemur að þannig málum. Já. Og hvað, bara konkrétt, hvað erum við að tala um? Hvað er það sem vantar? Hvers konar þjálfurlöggögn vantar inn í íslenska þróun til þess að, eða inn í þessa þróun til þess að það breytist og lægist? Já. Ég held þessi hágæða kjör svona útskýrt gagnasöfn, en ég eiginlega Steinþór örugglega betur til þess fallin að svara því heldur en ég svona tæknilega sér hvað það er sko. Ég get ekki spurning, en það er náttúrulega þessi að félag finna þannig að þær eru að tala við leitavélar og alls konar tól sem eru talað einhverja sérstæk söfn, vinna sem þess að fá svör tilbaka og svo vinna þeir rauninni bara svona summary útrátt úr því sko. Og þannig að þú getur bara prófað þegar þú notar þessu leitavélar og haka við svona leitavél eða ekki leitavél, breyta svörin. Þannig að það er náttúrulega liður í því sko. Það er náttúrulega alls konar bara hvernig þetta er stýrst í. Já, að það sé til eins og ég skil þetta svona skýr og afmörkuð gagnasöfn og við getum svo átt samtalið að það sé vísað í þú leitir þangað þegar þú ætlar að svara ákveðnum spurningum. Þannig ef ég ætla að og líka við vitum hvert þú að fara, það er líka hluti af þjálfunarverkefni sko sem það þarf að laga þá að næsta nákvæmlega. Hún var alltaf bæði tæknilegt og svo aftur þessi samskipti við fyrirtækin. Og tengist líka þessari spurningu sem er áhugaverð íslenskt málíka og svona eitthvað sem er hægt að nota sem er rosalega gott í okkar menningarlega samhengi. Einhver lokaspurning fyrir þetta?